Já, við fáum stundum fólk hingað að rauðaborðinu til að útskýra fyrir okkur heiminn, þannig stóra heim sem við lifum í, talað Kína og Suður-Ameríku og Bandaríkin og munum tala Brasilíu í framhaldinu og taka svona smá bletti á heimskortinu í hvert skipti, en eins og heyrið þá þetta ekki smá blettir sem við verum að ræða og nú ætlum við að hafa Jón Orm Halldórsson til þess að tala við okkur Indland sem nú verður bráður fjölmennara en Kína og óheyrilega flókið land. Ég hægt að tala Indland sem heild eða betra að tala einstök svæði þess og hvernig getur útskýrt Indland fyrir þann sem ekkert veit? Ég get það ekki, en ég skal reyna eitthvað. Þetta náttúrulega eitt ríki, fyrst og fremst. En eins og segir óheimið fjölmennt og það raunar líklega orðið fjölmennur heldur en Kína. Þannig að þetta líklega fjölmennasta land heimsins nú þegar. Svona þegar mennur í mannfjölda ágiskunum þar þá eru óvissumörkin 20 milljóna til eða frá. En þetta óheyrilega fjölmennt land og það það fyrsta sem maður staldra við. En annað sem maður kemur fljótt í ljós líka, sérstaklega maður ferðast Indland, það ríkið ótrúlega fjölbreytt. Og ég nú ferðast alltaf Kína og bjó í Kína í nokkur ár en munur melli Kína og Indlands ævintýrlegur þessu leyti. Kína virkar frekar einsleitt við liðin á Indlandi. Það kínverska menning og kínverski kultúr hefur náð eiginlega beygja undir sig eða ná inn í sig. Já, það eitthvað kínverst allstæðar í Kína en það líka svo sem eitthvað indverst allstæðar í Indlandu og það sem meira að það líka með Pakistan og landan í kringa þá finnum maður fyrir einhverju indversku. En munur milli landsluta ævintýrlegur og það kannski það sem að gerir Indland svolítið sérstakara heldur en Kína. Ef við lítum bara fyrst mannfjöldan, að þá eru miklu fleiri á Indlandi heldur en í allri Afríku, í 53 ríkjum Afríku. Og ég held að Indland sé ekkert minna fjölbreytt alveg heldur en Afríku og ég vil ennþá meira. Annað samburður það að búa í Evrópusambandinu 450 milljónum manna, það eins og fjórðungur úr Indlandi sem að Evrópusambandið En svo ég komið aftur að þessu fjölbreytna þá sér maður að maður ferðast Indland að það ekki bara tungumálun breytast þetta í héruðum, heldur leturkerfi eins og þau eru skrifuð á. Liturinn á fólkinu breytist, maturinn breytist, daglegu taktur í lífinu breytist. Þetta allt öðruvís og þetta eitt svona ótrúlegt mannhaf og það mjög auðvelt að vera mjög ringlar og svona sinni fyrstu ferð sérstaklega þangað. En það kannski vekur aftur athygli á mannfjöldanum sem minnistæðast og minni fyrstu, eða ekki minnistæðast en þetta þessi rökk svo við þegar ég fattaði minni fyrstu ferð var það að ég hafði verið eitthvað 1 mánuð að skrölda Indland á járnbrautarlest og á þenn tíma hafði Indverjum fjölgað 5 til 6 falda íbúðatölu Íslands. Á þessum tíma sem ég var bara í einni ferð. Lestinni. Og þó hafi hægt mjög mikið mannfjölda aukningunni í Indlandi, alveg stórlega, mikill árangur náðst á því sviði, að þá það nú ennþá svo að það fjölgar talsveit 1 milljón á mánuði, líklega svona 1,2 milljónur á mánuði, meðal annars vegna þess að útflutningur af fólki mjög mikill, þá væri það hærrið það sem þýðir það að tekur það þá ekki nema rúma viku að bæta við íslensku þjóðinni nærði hverju viku heimsins, ársins. Þannig að, þú veist, bara með þessa staðreyndir hver byrjar. Þú kannast við að var ekki de Gaulle sem sagði að það var ekki hægt að stjórna Frakklandi að það voru 500 ostarar. Hvernig þetta stjórna Indlandi með öllu þessu fólki? Hvernig hangir það saman sem eitt ríki? Það ekki hægt og það rauninni mikið mysteri margan átt, hvernig það hefur tollað saman og hangið saman. Eitt af því sem hefur gert það verkum eða eitt af því ótrúlega kannski við Indland það að það hefur ríkt lýðræðið frá því að Bretar fóru. Og það kannski það erfiðasta núna fyrir mann að horfa á að það að lýðræðið fer dagmingandi. Það árásirnar á lýðræðið eru ókvænlegar frá hendi stjórnvalda og það mjög þekktur indversku fræðimaður sagði núna daginn að Indland væri að þriðjungi til ennþá lýðræði. Og ég hvort það að nota hlutfallstölur í því sambandi en tilfinningin svo að lýðræðið hafi látið stórkostlega undan og það hafi unnið varanlega skemmtir á indverska lýðræðinu sem að sér ekki almennilega hvernig það getur náð sér aftur. Þá þetta að tala stjórnvöld sem að halda utan allandið. Já, allríkisstjórnir. Svo eru fylkisstjórnir. Það eru 28 fylkisstjórnir, mjög stór fylki, stærsta fylkið Uttar Pradesh held ég 230 milljónum manna
Þannig að það kynna stærðin á þessu, það eru mörg fylki sem eru kannski svipuð á Fraklandi eða Bretland að stærð. Það er svona umtalsverð munur þessum fylkjum og það er gleðun og sjálfsmarga hlustendur þína að heyra að það er eitt fylki til minnst sker sig algjörlega úr hvað var þar árangur í menntun og heilbrigðismálum og það er búið að vera undir stjórn kommunistaflokksins í áratugi og það er Kerala. Það er svona fyrirmyndarfylki af Indland á margan hátt. Raunur annað fylki sem er lengi til stjórn kommunistaflokksins mjög aftarlega meirinis með Vestur Bengal en það er ólíkar aðstæður og allt það. En að þið eru svona ólík og það er að tala hrörnu lýðræðisins og þá hefur verið að tala alríkið. Verða það átök á milli fylkjanna og vaxandi stjórnlindis alríkisins? Eitt af það sem eru tekið eftir undanfærnu er það virðist vera að þessu leyti miklu meiri fyrirstaða á Suður-Indlandi heldur Norður-Indlandi. Og það er svona virk stjórnarandstaða þar í gangi. En bara kannski límynda sér andrúmsloftið sem þarna er. Það var, indversk pressa var eitt af því sem gaman að koma til Indlands var að lesa blöðin. Því að nóg er á öllum tungumálum og mörg blöð gefin út á ensku sem hann áður til alls landsins. Stærstu blöð í heimi í útgáfu, eða þess að í eintakafjölda? Og mjög gagnrýnin oft og mjög interessant blöð og gaman að lesa þau. Nú er það þannig ef þú gagnrýnir ríkisstjórnina og ert með fjölmiðla hvaða tægi sem það er, hvort sem það er sjónvarpið, útvarpið, blaðið eða podcast eða hvað það er, að það er óhugsandi að fáir auglýsingar frá ríkinu. Og ríkið er potturinn og pannan í öllu þarna, ásamt 20, 30, 40 reisafyrirtækjum sem öll eru mjög nánast öll, mjög tengd stjórnarflokknum og núverandi forsætisráðherra. Þannig að það er ekki nómið það að koma auglýsingar bann frá hennu opinbera, heldur bara hverfa frá þar allar tekjur. Og kolkrabbanum í Indlandi. Já, það er hann sem ræður öllu þessu leiði. Annað er að ef maður raunverulega koma gagnrýni sinna á framfæri, þá gerist eiginlega alltaf það sama. Menn eru settir í skattrannsókn. Og Indland er náttúrulega þannig land að það gengur ekkit upp og það er ekkit nákvæmlega samkvæmt bókinni. Þannig að það er mjög erfitt fyrir alla og það er ekki lögin alveg óheimilega flókin. Og þess að dæmum hvað það gengur langt að þá til dæmis núna bara í síðustu viku að þá var tilkynnt að það verið að hafa skattarannsókn á BBC, bresku sjónvarpinu á Indlandi sem hefur verið með óþægilega frétti fyrir stjórnvöld sem að margir hlusta enn á Indlandi því að BBC útvarpar frá London á nokkrum tungumálum indverskum. Þannig að núna er að reyna að stoppa það með því að sakka skattsök. Þetta er svipað eins og í Rússlandi með öll samtök sem á einhvern nátt tengjast útlöndum. Og það er náttúrulega á tíðum samtök þá sem eru í einhvers konar, kannski ekki beint fjölmiðlun en vil láta í sér að heyra, að þau eru gerð tortryggilega ef að þau eru einhvern veginn tengd útlöndum og þau verður að skrásetta sig sem einhvers konar útlendir agentar, svipað Putin gerði í Rússlandi. Þannig að þetta er svona sömu reglurnar sem er gild og sömu aðferðnar oft á tíðum sem er notað til þess að ná sinnir og óvinnu sínum. Það sem ég veist eins og þetta er reikalega sem ég finnst að ég er búin að fylgjast með Indlandur okkur lengi og lesa mikið eftir marga fræðum en indverska og mikið af því sem að kemur í heimispressunni frá indverskum dálkahöfundum og þess aftur að mér finnst tóninn þar hafa breyst líka. Það er allir svo hræddir. Það þorir enginn að segja neitt. Og það er í gangi einhvers konar persónudýrkun og núverandi forsætisráðherra. Menn segja ég er nú móti mörg af því sem að stjórnin er að gera en hann er stórkostlega maður móti, hann er breytt Indland og hann er að gera svo mikið gott þessi maður. Þannig menn gangi ótrúlega langt í að afsaka þennan mann og það er eins og hann sé að verða einhvers konar þetta er svona persónuköld orðið kringum hann. Stærstu íþrótt- og leikvangur landsins nýr, hann heitir bara móti leikvöllun. Semst maðurinn hann er ekki einu sinni búin að langt í hann hætti pólitík en það byrjaði að nefna eftir honum alls konar hluti. Ég veit þetta er lítið dæmi og allt það en þetta er bara svona indikativ með hvernig hlutinir eru raunverulega. Hvar sækir hann völd sín? Þú nefndir að væru stórfyrirtæki sem að líklega fá að vera í friði eða einhvern veginn þessi samkomlega milli stjórnvalda og auðsins að auðurinn styrkir stjórnvöldin og stjórnvöldin láta ólíkarkana í friði. Hvernig er þessi svona dýnamík? Er hann hluti af ólíkarkonum eða er hann eins og Putin þar sem hann reynir að halda ólíkarkonum niðri? Hvorugt, ég held að hann enga peninga sjálfur. Ég held að það sé ekki því að safna peningum. Það er hins vegar í kringum hann hirð manna sem nátengdir yfir business, þá fyrir þetta líkast meira Putin-módelinu.
En hann lætur ekki ólígarkaðan bara í friði, heldur mismunar þeim og það nokkur sem sagt nokkur risa fyrirtæki á Indlandi sem hafa stækkað ævintýrlega á síðustu árum og setið alls konar tækifærum. Þetta sem að gera sér svona landa svo Indlandi, það eina afleiðingum sósíalisma sem voru aðeins gagnrýna á það. Allir þessar óheimju afskipta sem litlu og smáu sem var á tíð vinstri sinnara ríkisstjórn á Indlandi gerði það verkum að þú þátt að fá leyfi fyrir nánast öllu. Og það þýðir það að pólitísk yfirvöld á Indlandi að þau eru aðstöðu til að mismuna fyrirtækjum stórkostlega. Og það hafa þau gert, þannig að það eru nokkuð fyrirtæki sem hafa eins og segi setið að ótrúlustu lutum og ná einangrunnar aðstöðu ýmsu tagi. Og þau ausa peningum í stjórnarflokkinu og þau ausa lofi á móti og þau eru haldandi sífeldan einhverja hátíð til þess að minnast hans sem þessa stórkostlega leitt og eru mjög opið og bendi því að promótera móti og hans flokk. En það er eitt að gerast í því sem kannski uggvænlegt fyrir móti og það er stærsta fyrirtæki þessum öllum saman sem var nú ekkert mjög stórt fyrir svona 10-20 árum, Adani samsteppan sem núna á allt milli himins og jarðar, allt frá kólanámi yfir í flugvelli og hafnir og samgöngutæki og verksmiðjur og símafyrirtæki og fjölmiðla og you name it. Að hún riða þetta falls samsteppa út af því að þeir allir sér á mikið og það voru erlendir bankar og erlendir vogunarsjóður sem fóru að koma auðvitað það var mjög mikið af göllum við það að mikið misræmi milli þess að þeir gáfu upplýsingar til erlendri fjárfestingu og erlendri lánveitenda og þeir fóru að skortsölu á bréfum veðja á fallfyrirtækisins fallfyrirtæki sem hækkaru skuldatryggingar álögin og getur fellt fyrirtækið í sjálfum sér. Nákvæmlega. Og þetta er sennilega stærsta vandamáli sem móti stendur frammi fyrir í dag eru örlög þessa fyrirtækis sem ekki séð fyrir endan á hvernig mun enda því og fyrirtæki sem þú nefndir þau eru svona fyrirtæki, þau eiga í mörgu, þetta er svona eins og í Suður Kóreu og sömuleyti í Japan þetta er ekki svona fyrirtæki sem að kannski sér fyrir sér, heldur þetta þetta er svona sjálfstæði kolkrabbar sem eiga í öllum anskotunum. Já, nákvæmlega, getur tekið með Tata samsteypuna sem er raunar svo skásta þarna frá pólitísku sjónarmið, hún er langelst og það virðinga verður aðalega sem að reka það fyrirtæki. Þeir eiga stærsta fyrirtæki Bretlands, þeir eiga Rover, Range Rover og Land Rover vestmjörnir í Bretlandi, þeir eiga stærsta stáluðið viðjöver í Bretlandi. Þeir eiga í Indlandi búðir, hótel, flugvelli, Air India núna þeir eru að kaupa það, allt milli himinsveið, símafyrirtæki, stáliðjöver, byggingafyrirtæki, hafnir, lyfjafyrirtæki, listin er endalaus. Þannig að flestar af þessum stóru samstefnum eru mjög víða. Það eru til stórfyrirtæki sem eru það þó ekki verið fyrst og næst í hugbúnað og eru sliku eins og Infosys og Wipro og fleiri. Eitt af þeim raunar Infosys er í eigu tengdaforeldra forsætisráðherra Bretlands. Þannig er fórstjóri og stofnandi þar. Þaðan kemur Auður Rishi Sunak. En það er öðruvísin hinn fyrirtækinu til að þeir eru ekki út um allt. En móti er, hvað myndum að segja, hindúískur þjóðleysinni? Já, það er rauninni það. Hvaða fyrirbrigði það? Það er rauninni komin að kjarna málsins. Þegar að Indland tek sjálfstæði, þá þekkja menn Mahatma Gandhi og hans kenningar friðsamlega baráttu gegn Bretum, menn þekkja það líka að hann var á móti því að skilja Pakistan að frá, eða búið í sérstaríki múslima í Pakistan og síðan Bangladesh. Hann barðist fyrir því að Indland væri land þar sem að væri þó hann væri mjög trúaður sjálfur var í rauninni sekúlar landa til að ríki tæki ekki afstöðu trúmálum heldur verndaður öll trúabröð. Nehru sem hann valdi í rauninni eða tók þátt í að velja sem er fyrsta forsætisráðherra landsins, hann var trúlaus maður. Og síðan er þetta dynastí sem tekur við, er þetta Nehru dynastí sem er Indira Gandhi sem er ekkert skild Mahatma Gandhi, það er alltaf þannig fyrirbæri. Og síðan Rahul Gandhi og sem er núna og Rajiv Gandhi þar á milli og allt það, menn þekki þetta. Nema hvað, að þetta hefur þegar Gandhi var myrtur af hindúískum þjóðerni sinna. Og þetta fyrir utan að komandi þá var þetta eitthvað skelvingar morð sem að indíska þjóðin lítur að gráta þann dag í dag, en það er bara ekki þannig. Vegna þess að það var strax á þessum tíma mjög margir sem sögðu að Indland ætti að vera fyrir hindúa en ekki fyrir múslima. Og þessir hópar, þeim var svona haldið niður og þeir eru ekki mjög ábyrjandi fyrir en alveg á seinni árum. Og það eru til samtök sem að í rauninni
þessi maður var til dæmis sem drap Gandhi út úr þeim samtökum og síðan stjórnmálaflokkunum Bharata Janata sem er flokkur Modis og Modi hefur aldrei sjálfur afsakað morðið á Gandhi en bestu vinur hans þeir lýsa því yfir í sjónvarpið hverjum sem heyra vill að hans hinn eiginlega þjóðhætti Indland sem maður sem drap Gandhi og Modi segir sjálfur að Gandhi hafi verið einn af feðrum þjóðarinnar en hann svona gefur í skýran hann hefur verið rangt hjá honum að Indland var eitthvað land fyrir múslima og hann hefði átt að taka alltaf að stefni í því en hann tekur ekki beinlýst þátt í þessum ofsóknu gegn minningu Gandhi sem að orðin bara mjög áberandi á leiðtogum flokksins og ráðherrum og annað slíkt í landinu. Já, sem bara höfnun á hugmyndum Gandhis. Já, og sögunni. Og það hefði orðið verra Indland ef að þær hefðu fengið að ná fram. Og það sem skiptir máli náttúrulega í pólitík sem við sjáum í Rússlandi núna, við sjáum í Kína og miklu víðar, að það að hertaka söguna. Og í tilviki Modis og hans manna þá lítur sagan þannig út að hindúar hafa alltaf verið meirihluti Indverja og síðan eiginlegu Indverjar. Síðan hafið þeir lendið því fyrst að það eru bútísk stórveldi sem að drottnuði yfir hindúisma fyrir 2000 árum síðan. Þar á eftir hafi komið íslamsk stórveldi sem að réðu yfir Indlandið, Mughal keisaraveldi sem að þetta var íslamst og allt það. Þeir hafið þvingað fólk til að taka upp íslamska trú og það sé íslam í Indlandi komið. Síðan hafi Bretar komið að teki við að Mughal veldinu og það sem gerir söguna trúverð er að staðrendalega sé að það væri alveg rétt. En hvernig menn túlka staðrendunum sjá þar er svo allt annað mál. Þannig að samhengi í þessu er ekki það hefur allir verið að kúa hindúa í reynd. Þannig er þetta að láta það líta út eins og hindúar hafi verið kúaður hópur alla tíð sem öllur heiminn hafi haft eitthvað móti. Og svona er þjóðnins, þetta er þráðurinn í þjóðninshyggju allstöðar. Við vorum frábær, svo komu aðrir og held okkur niðri og eftir að við losum okkur við þá að þá rísum við upp aftur. Nákvæmlega. Þannig íslensk. Nákvæmlega og þetta er alþjóðlega segið þetta út allt, svona eins. Og þarna segir þess að Modi þegar hann kemur, nú er loksins okkar tími komin, okkar hindú. Eftir 2000 ár. Eftir 2000 ár. Og nú ætlum við að taka okkar land og þessi múslima sem hér í landinu þeir geta verið hér áfram en þeir verið að kunna hegða sér. Og þeir verið að sanna það í rauninni, það er sumstaðar hefur verið farið út í það menn þurfa að sanna að þeir séu Indverjar með upprunavottorðum og öðru slíkum með fæðingavottorðum og þess aftar til þess að fá vegabrið sem hindúar þurfa ekki að gera. Og þetta verið varandi flóttamenn til mjög erfitt sem hafa komið frá Pakistan á sínum tíma ef þeir voru ekki múslimar og frá Bangladesh þá eru þeim ekki tekið sem Indverjum og það er efasemdunum þeirra þjóðurni og þannig er hljóðast með Rohingya sem hafa reynd að komast sem flóttamenn inn og þeim er hent út vegna þess að þessi ekki hindúar og svo framvegis. Þannig að þetta er narratífið, umræðan á Indlandi frá hendi stjórnvalda er daginn út og daginn inn. Í ótrúlegu mæli er þetta það að hindúar er að krefjast aftur rétta síns og eru loksins að ná sínu landi. Þetta hefur verið þarna, en fann þetta ekki svona sterkan farveg fyrir en að Modi kemur og beislar þetta fljót sem að hlýtur að verið þarna, ekki býra hann þetta til? Nei, pólitík fyrir tíma Modis og raunin að var nú annar maður aðeins og undan sem byrjaði með þetta vaspæi en fyrir það tíma var kannski einkennist pólitíki frekar að bara þannig að við milli kongressflokksins sem að fekk sem flesti múslimar kursum og flesti minnlutahópa kursum og baráttuði hans fyrir sekúlar Indlandi þessum trú fengið ekki að ráða og fyrir því einhvers konar sósíalisma sem þeir töldu felast í því að sérstaklega rétta hag sveitanna og minnulötahópa og þeirra sem er í þessu caste system, stéttakerfinu og annað slíkt mjög flóki kerfið sem var sett upp til þess að rétta þeirra hlut í rauninni stjórnan aðstæðan ótt til það samsetningur af lokal hagsmunum. Þannig að það voru svona lokal flokkar sem eru til í öllum þessum mismundi ríkjum Indlands og þeir eru ofta tíðan keftu harðar við kongressflokkin heldur nokkuð tíman einhver þjóðarflokkur. Þannig að fólk í Tamil Nadu var mjög upptekið við Tamil Nadu hagsmunni og fólk í Karnataka var upptekið við sína hagsmunni og svo framvegis. Og síðan gerðu þessi flokka bandalu við kongress til og frá og þannig var myndaðast alltaf meirihluti á þinginu sem kongress hafði taumhald á. En þannig í rauninni er þetta nýtt, tiltölulega nýtt, að þetta sé svona endurvakið sem megin þemað í indverskum stjórnmálum. Og með þetta sterkum og þetta tiltölulega trúverðum hætti er þetta sett upp með þessum hætti að þetta er einn þjóð loksins að rísa upp. Og þetta nær alveg umræðinni, þannig að það er erfitt raunverulega að
að andmæla þessu því að þú ert á svikari við... Já, það er mjög tortryggil og það er til mest nú ættarlaukur Gandhi ættarnar, Nehru ættarnar öllu Rahul Gandhi, hann enn einu sem reyna að komast til áhrifa í landinu, hann gekk, hvað var það, 3-4 þúsund kílómetra frá Suður-Indlandi til Norður-Indlands á mörgum vikum og hitti fólk og annars lit og reyna að vera svona maður fólksins. Ég ekki viss að það alveg tekist því hann ekki mjög mikil maður fólksins en alltaf privilegisættum en það sem alltaf er haft einna mest á mótunum það ekki nóg með það að hann af þessum ættarveldi sem hefur horsað honum og gert hann að þessum allt þetta privilegium sem fær út af það heldur líka það að hann sé ekki alvöru hindúi. Mamma sér ítölk náttúrulega katóliki uppálega, ég veit ekki hvað síðan gerist með hann að trú. Pappans Rajiv Gandhi, sonur Indira Gandhi, hann var hálfur hindú og hálfur parsi. Því að Feroz Gandhi, eiginmaður Indira Gandhi, hann parsi. Og parsar örlítill minnulötu á Indlandi, sem svo lítill að það 0,000 eitthvað % af íbúunum. En þannig hann gerur ótrúverður og allan áknið þessu og það alltaf sagt að þetta sé einhverju kosmopolitan, einhverju Davos fólk og eitthvað svona sem að bara hitti þá ríku og frægu í heiminum og sé ekki neinum tengsla við Indland. Og til að sjá hvernig það gerist í rauninni frá þetta degi til dags þá finnst mér alltaf ef maður reynir að hugsa Indland þá alltaf gott að fyrir þorpið. Það búa ennþá 600-700 milljónir indverja í þorpum. Það eru 600.000 þorp í Indlandi og þar býr ennþá helmingur þjóðun og helmingur atkvæðisbara manna. Þar í þorpunum og í litlu svona minni bæjum eitt af því sem hefur verið að gera það síðustu árum eru endalaus ofsóknir gegn myndum kúamorðingjum. Þannig að það hefur verið svona lynsing eins og Suðurríkin Bandaríkjanna á múslimum fyrir það sem eru sakaði fyrir að hafa drepið kýr. Og oft á tíðum þetta uppspinnur og rótum og stundum þetta satt að því til þetta fólk sem vinnu leðuriðju eða slátur að kannski nauti til eigin neyslu eða eitthvað þess aftar en fyrir hindu að þá kúin að einhvern nátt heilu og það mjög löng og mjög miskilin saga bak við það en það annar mál. En þarna eitthvað sem allir taka afstöðu til. Það enginn til í þorp á Indlandi með því að drepa kýr. Þannig að þú æsir upp, þetta svona svipið eins og gerist í Pakistan og það einhver sakar það var brent Kóranin eða sagt eitthvað á Múhameð og allir verða gessamlega vitlausir og hefndi bara viðkomandi sér tekinu lífi. Þannig pólitíkin svo mikið frá degi til dags. Og það sem mér fundist eiginlega óhugnarlega sumleit að fylgjast með því hvernig intellektuálhóparinn og hvernig millistjættin hefur flikst í kringum móti heldur en það sem hægt að manipulera kannski í þorpunum með svona ódýrum hætti eins og þessum. Þú hefur vonum að vera meiri sigla í indverskri mennta. Já, nóg af þeim. Indverar, en það sem hann hefur gerst það gífurlega fjöldi indverska háskólamanna fluttur landi og ströymurinn hefur aldrei verið stríðara heldur núna. Þannig að þú kemur inn í bandarískan háskóla, breskan háskóla, sænskan háskóla, japanskan háskóla, saman hvort þú ferð, þá alltaf fyrstu mörinn svo hitt. Er það svipað og stundum við sett í Rússlandi að helmingurinn af mentastéttinni sé flúin? Já, akkurat. Er það svipað í Indlandi? Það ekki tölunar, en það eru óhemji fjöldi af indverskum. Ég þekki það aðeins vegna þess að mér datt í huga að skrifa doktorsritgerð um Indland á sínum tíma. Það verið talsveit í landinu og hugsa um það. Svo því ég sá hvers konar framleiðsla væri í gangi á indverskum doktorum í stjórnmálum og efnaðasmálum Indlands, að þá sá ég að færi þetta í einhverja 20.000 manna röð sem að ég leist ekki alveg á. Það var svipað að læra á fiðlu í Kína. Já, akkurat. Já, og þannig að það var nógrannur til þeim, en þeir annarkvæmt einhvern veginn þagna, þóra ekki, það hafi ekki grundvöll eða eitthvað. Þannig að það eru svona þessi gömlu kallar sem eru búin að lesa þetta mjög lengi að þeir hafa verið að tjá sig við vestræn blöð og í vestrænum útafstöðum og eitthvað þess áttar en ég held að heyrist ekki lengur í þeim á Indlandi. En maður að kalla þetta alþjóðhreyfingu? Þetta væri svona venjulegt fólk gegn útlendingum og innlendri valdastjætt er þetta þannig sem hann spilar? Almenningur manipuleraður yfir þetta. Að líta þannig á þetta? Já, þetta þessi stjórnaðs er ekki alþjóðan. Þetta er ótrúlega skiltir milli landa til land sem það ferði. Þá sérðu alltaf að það þessi samskonar hópar hagsmunir sem myndast í kringum einhverju hluti sem að geta síðan manipulerað að búi til einhverjur ógnir og annað slíkt og
vilja fyrst og fremst fá að sitja að sínu landi og gæðum þess að nokkur útlendinga getur komið þar að eða nokkur samkeppni síðu þessi útlötu allt saman. Þetta eitthvað, saga síðustu áratuga mjög víða og þannig bara á styrum. Þú sagðir að 600 milljónir byggju í þorpunum með þá. Í Kína gerðist það á ótrúlega skömmu tíma að það var 80% sem byggu í sveitum og 20% í borgum og það snýrist við á bara 30-40 árum. Þessi fólksflutningar, eru þeir ekki eins stríðir í Indlandi? Eru ekki borginnar að byggjast upp með brjálæðislegum hraða eins og í Kína? Byggjast mjög hratt upp og það sem svipað í Indland og Kína, það rauninni mjög stór hluta af þessu fólki sem að flykkjast inn í borginnar að fara inn í borgir sem við kunnum ekki nöfnum á. Mér finnst alltaf interessant að hugsa. Eða eru svo litlar rauninni fyrir okkur. Það eru margir tugir milljónaborga á Indlandi sem að stækka mjög ört. Í Kína mér finnst alltaf interessant að hugsa til þess að í Kína þá hefði líklega Amsterdam á Kaupmannahöfn ekki náðin á listi yfir 100 stærstu borginnar. Þannig að þetta bara annað fyrirbærið sem þetta mannhaf á allan hátt. En það að fækka í þorpunum eða það mjög þróun, hún kannski ekki eins visuál eins og í Kína, mann finnst maður heimlega að sjá þetta í Kína. Það bara fólk að skoða fyrir rútustöðu í Kína, það allir að koma en enginn að fara, þú veist, það einhvern veginn bara þessi þrýstingur inn. Það líka í Kína byggt fyrir fólkið en í Indlandi þá kemst það yfirleitt ekki inn í borgirnar. Þetta strandar í fátakra hreysum sem eru svo krægi kringum alla borgir. Ekki sem ótrúlega það fyrirbæri, það eitthvað það eiginlega ekki að lýsa því hvernig þessi fátakra hverfi eru, það sem kannski 1-2 milljónir manna í einu hverfi sem við kallum hverfi sem að hýra sama, skilur henni ekki hvernig fólk lifir af jafnvel vikuna hvað þá að búa þarna til frambúður. Það er engir innviðir. Það er engin innviður, það er engin þjónust og ekki neitt. En það sumar borgirnar eru að breytast verulega. Mér varst alltaf Indland breytast mjög hægar að þessu leita heldur en Kína. En það að breytast að yfirbræði allmargar stórar borgir og nokkrar minni borgir, það sem nútímalegur iðnaður og eitthvað sem við myndum kannast mjög vel við í okkar heimsluta hvað varðar standardahlutunum. Það ört að breytast. Og það sem verður að segja móti til hross og það það sem að í rauninni eitt sem gerir það verkum að hann vinsæll meðal kannski millistjætta og þess aftur það á hans vakt að þá hefur Indland vaxið mjög efnahagslega. Því mjög misskipt, alveg stórkostlega misskipt auðvitað, en þeim sem hefur búið hreinlega algjöru örbyrð, þeim hefur stórlega fækkað. Og þetta svipað eins og gerist í Kína, þó ekki gerist hratt, það gerist ennþá hraðar í Kína. En þá spyr maður sig, þetta réttlæta hvaða stjórnmál sem með þessum árangri? Og ég verð að segja það eins og mér fannst stundum í Kína. Mér fannst allt til að réttlæta einræðis fyrirkomulag við að sjá hlutina breytast eins og ég sá það breytast þar. Að því ég var oft í ferðalögum til Indlands þess að það voru ekki breytast á þeim tíma sem ég bjó í Kína. Þannig að ég fekk mikla samúð með stjórnin í Kína á þeim tíma með hennar efnaðarstefnu og enga samúð með stjórnin í Indlandi sem lét þetta danka í þessum ömurlegheitum sem þarna voru. Þannig að mótið hefur gert ýmislegt gott en hann hættulegur maður. Lýðræðið hefur látið á sjá og oft sagt að Indland sé stærsta lýðræðisríki í heimi og menn segja það með hálfgerðum gæsalöpum oft eins og við lýðræðið sé veikt hana. Indverjum finnst þeim vænt lýðræðið? Þeir eru mjög stoltar af því að vera stærsta lýðræðið samfélag veraldar og þeir eru mjög stoltar af sínu sögu með þetta. Hvað merkir það fyrir þá? Það merkir ekki að kosið. Er við í vörni því gagnvart svona alræðistilburðum? Já, þeir bera það saman kannski við löndinu kringus og Pakistan sem hefur verið undir herforingjastjórn meðrum en alla tíð. Ég held að almenningur í Pakistan fíli sig ekkert minna frjálsan heldur en almenningu í Indlandi. Þannig að þetta er ekki spurningu það að fólk sé ófrjálst þó að sé einræðistjórn endilega og þannig eins og í Kína að langflesti Kínverjar bara leiða hjá sér ríkisstjórnun og verða óskuplítir vari við annað heldur en bara efnaðastefnuna eða eitthvað þess aftar. Þetta er ekki lögregluríki eins og við þekkjum þessum einræðisríkjum og Indland það alls ekki. Bara stjórn ríkisins eitthvað sem að ég get ekki haft árið á? Sem bara mjög langt í burtu. Og bara klippir það út. Já, og þetta virðist virka hjá móti, hugsa margir. Þetta mjög erfitt að meta þetta, hvað fólk mikið til í að afsækja nágranna sína. Sporin hræðaði þeim efnum. Við höfum séð skelfilega hluti bara í Evrópu með það hvað eftir að fólk upp í að æsa fólk upp í þjóðnisíkju og annað slitt og afsækja. Þegar landið var að klofna, það var hryllilegu tími. Já, en ég held að það gerist samt ekki aftur að það verið blóðbað.
en það verður þrengt að múslim og minnilega hópum mjög mikið og þetta verður að vera mjög ljót saga næstu árin held ég en eins og segi það jákvæð það að efnahagskerfið þó heldur og uppleið. En ég veit ekki hvort að fræðimaður svo vitnaði til sem að veri 1/3 lýðræðis ekki hvort að var að meina að það hefðu fallið, það hefðu verið meira en það væri að móti hefði sko þrengta lýðræðinu, þrengta dómskerfinu. Hvernig er hann að kirkja lýðræðið? Sko, ef þú hefur ekki tjáningafrelsi og ekki fjölmiðla, þá ertu komin langleiðina og það er það sem er nú þegar gert. Við þekkjum það bara úr okkar heimsluta eins og það er nú oft verið vísa til þess að kannski öll intelligensian sem var austurströnd Bandaríkjana eftir tvíburaturnana, hryðjuverkin þar, að þá er svona þá einhvern veginn í hekka bara í loftinu hvað mátti segja og hvað ekki og það er svona það var ekki andstaða við þrengingu að persónuréttindu fólks og þú ert að tala um eitthvað sem er mun alvarlega miklu alvarlega. Ég veit alveg hvað að tala um Bandaríkin og ég þekki háskólamenn sem hvort undan því að það bara skyndilega hættu menn að taka síma frá þeim og menn sem voru áður í daglegu sambandi við alls konar svona aðila sem skipti máli hvað var það stjórnarstefnu og þess aftur. Vegna þess að voru ekki að enduróma stefnustjórnar? Nákvæmlega og þetta var eiginlega einu stóra ástæðan fyrir þessu katastrófu sem þetta stríði var. Að eiginlega allir sem vissu eitthvað Írak á sínum tíma í Bandaríkjunum, þeir voru á móti stríðinu og síðan bara skrúa fyrir að tala við þá. Þannig að það var ekki vona góð. En þetta eru allt öðru stíð og það sem að gerist ef fólk hætti eða fólk eru hrætt og það var annar raun sem sá viðtalið fyrir. Má ég spyrja, er það bara hrætt lífsitt? Kannski ekki beint lífsitt en afkomu. Og þú byrði í samfélagi sem einkennist af því að það sé spurning fyrir helming þjóðuna hvort það lifur á daginn, það var afkomu eitthvað sem þú leikur ekki með. Það Amartya Sen sem að fekk Nobelinn fyrir hagfræði, hann sagði fyrir 2 árum að nýkominn frá Indlandi, hann bjó nú mikið í Bretlandi og Bandaríkjunum, þá sagði hann í fyrsta sinni minni á ævi hef ég séð ótta á Indlandi og þetta er þess að hann er að tala við háskólamenn. Þetta er Nobelsverðlaun hafi hagfræði sem skrifar hennar bækur stjórnmál og fleira og skrifa mjög ágæta bók Indland The Argumentative Indian meðal annars. En þetta er öðru stíi þessi ótti og síðan sko hinn þriðjungurinn sem er tekin í burtu að það er dómskerfið og það sem að móti reyndur hennar fyrst þegar hann komst til valda þá reyndi hann að knýja í gegn lög sem að fóla það í sér að svipað eins og Putin gerir og fleiri hafa gert og reyndur að gera í Pólandinu nýlega með það að það sé og Ísrael núna síðast að það sé bara valdi ríkisstjórnarnir hverju verið dómarar. Það komst ekki í gegn. Þannig að hún ísnátt erfitt fyrir með þetta þannig að það er ennþá þannig að hæstiréttardómarar eru skipaðar af hæstiréttardómarum en núna er meira og meira sérmað það að dómarinnir eru orðnir hræddir og dómarnir eru fattin að falla hver af öðrum jafnvel óskiljanlegir í stjórnvöldum vil. Indland í heiminum nú er stríði í Evrópu og Bandaríkjamenn og NATO vilja fá fleiri til þess að vera í fylkingu gegn Putin. Hver er staða Indlands í þessari heimsvelda pólitík sem er að verða augljósari og fyrirferða meiri og ágengari? Já, ef fyrst lítur tilbaka þá er náttúrulega sagan svo að Indland losnar frá breska heimsveldinu á sínum tíma og sver að verða hlutlaust alla tíð og stendur á bakvið stofnun samtaka hlutlausturríki í heiminum og svo framvegis og allt það. En Indland þurfti vopn og Indland þurfti samskipti við stórveldin og þeir leituðu meira til Rússlands með það. Og það var talsveit mikið, maður sá það fyrst ég kom til Indlands þá sá ég ýmis merki þess að rússneskur iðnaður hafi verið þar á ferðinu og rússneskir ágjafar og þess að þannig að Indland var svolítið tengt Rússlandi, eða Sovétríkjunum, en þannig að það var þá. Seinna hafa Indverjar haldið áfram þessar stefnum með vilja vera hlutlausir en núna eru orðið miklu meira pragmatískir finnst mér í seinni tíð mótis heldur en áður var. Þetta skiptir öll ríki mestu máli bara að finna flöt á því að vinna sínum hag og það er mjög eðlilegt. Þannig eitt af því sem er gerst núna til dæmis það hefur hjálpað móti mjög efnahagslega og í baráttu við verðbólgu og annað er að hann er fann að kaupa olíun allar frá Rússlandi.
á miklu lægra verði heldur en fjekkar frá Persaflóa áður. Þannig að orkuverð á Indlandi hefur lækkað en ekki hækkað eins og annars staðar. Því Rússar get ekki selt olíun og verða að selja hann miklum afslætti. Og Indverjar hafa verið góðu kaupendur að þessu. Það sem Módi dreymir að gera í þessu efni að það sem að, skulum segja, ef maður lítur að skákborðið eins og hann séð það. Að þá ert með Vesturland á einu stað, þú ert með Rússland og þú ert með Kína. Og obsession Indlands er að færast frá Vesturlandum yfir í Kína. Þannig að allt sem hann gerir varandi Rússland snýst öðrum þræði hvað hann er að hugsa varandi Kína og líka varandi Vesturland. Þess vegna finnst mér líklegt að hann finni sig að það eins og ég les stöðuna bara með þróun stríðsins í Úkraínu og með stöðu stríðsins á alþjóðu vettvangi er hann muni frekar hneigjast í áttu gagnrýni á Rússa meira heldur en áður. En hann muni ekki taka þátt í einhverju baráttu gegn Rússlandi. Og það fer eftir hvað Kínverjar að gera. Því að útreikningsdæmi í honum snýst það hvort að Kína og Rússland náa mikið saman. Ef hann færi alveg á móti Rússlandi, þá er sambandi milli Kína og Rússlands miklu sterkara en áður og ennþá nöðsynlega fyrir Rússa. Þannig að það vil hann ekki. Hann vil sem sagt vekja Rússland, vekja Vesturland og hann vil vekja Kína. Og Rússland er einhvers konar lykill að því báðum tilvikum, en hann getur ekki gengið á langt. Þannig að þetta er svona mjög flókið spil hjá hann sem að verður bara leiki eftir því sem honum finnst henda Indlandi best. Það er engin hugmyndafræði. Samskipti við óvinni sína. Já, það er engin hugmyndafræði í þessu. Þú nefndir hann fólksflóttan frá Indlandi. Skipta Indverjar sem búa erlendis máli? Þau gera það ýmsan hátt. Þetta er þarna 20 milljóna Indverjar. Það er mjög mikið businessfólki sem er flust út annars vegar eða orðið businessfólk að þetta flutti og hins vegar í akademi og sumstæðir í stjórnmálum eins og það er all veruleg fjöldi breska stjórnmálamanna af indverskum uppruna og í vaxandi mæli í Bandaríkjunum með forsetaframbjóðendur republikana það er misjætt eftir löndum þar sem það er svona díabóra hvort að hún skiptir máli í heimalandinu eða ekki, hvort að ríkin upplifir sig sem þjóð eða ríki, það er svona það var nákvæmlega, það er þetta sem að Móti breytti dálítið vegna þess að hann sagði við höfum alltaf vanrækt þessa diaspora sem við eigum að bjóða hana velkomna og hann hélt mikla hátíð í Delhi á sínu tíma sem bauð velkomna fulltrúa frá þessu diaspora. Hann fór til Bandaríkjan og flutti ræðu bara hreinlega einhvern risa íþróttahöllum þar fyrir 20.000 og 100.000 Indverja og eins og rockstjarnar sem stalfið þar. Þannig að það voru boðar algjörlega 9 tímar í þessu. Og þetta skipti miklu mála því til að þetta þýðir þessir aðalar hafa átt að tíðum annars að fjárfesta á Indlandi og hins að verið svona brú fyrir indversk fyrirtæki inn í viðkomandi markaði. Þannig að þetta er eitt af því sem þið var að spáið á sínum tíma hvernig framtíðarþróun efnahagslífsins á Indlandi yrði, að þá var þetta eitt af því sem var athugað mjög mikið. Að þetta var advantage sem að þetta var kostur, þetta var eitthvað sem hefði gátt notað mjög svo vel. Þjóðir til þess forna gerðu náttúrulega að það getur verið betra að skipta við frendaðinn yfir landamæri. Já, nákvæmlega. Það verið byggð upp heimsveldi á þessu. Svona vestunarlega heimsveldi. Herðu, þú nefndir eitt líka að það væri meiri andstæða við Móti í suðrinu en norðrinu. Getur útskipt það fyrir það sem ekki þekkir norður og suður og Ítalíu? Á Indlandi fyrir ekki. Þetta er nú eiginlega tilfinning, ég hef ekki séð þetta beinlega skrifa með þessum hætti. Þetta er meira tilfinning með því að bera saman ýmislegt sem er gert svona á lokal hlutum. En það er veruleg munur á norður og suður Indlandi. Eitt er það að tungumálun eru gerólík. Þau eru ekki skild. Og þannig að hindi og urdu eru skild íslensku. Það eru ekkert skild tungumálun sem eru töluð suður Indlandi. Og það byrjaði mjög mikið suður Indverja er það eitt af þessum Móti hefur gert það nú reynd að útbreiða hindi sem tungumál allar Indverja. Og þó að suður Indverja það er vel ennþá herra hlutfall af hindum og suður Indlandi eller norður Indlandi það tiltölulega miklu minna múslimum. Að þá er það einhvern veginn þannig að þetta hefur ekki, þetta narrativ Mótis virðist ekki hafa gengið eins vel í þar eins og í norður Indlandi. Og það er meiri efnahagslegur uppgangur í suður Indlandi. Það er það er meira lokal hluti, það er alls konar svona flokkabandal og með lokalisjó sem að stjórna flestum fylgjónu þar. Þannig að hann hefur ekki algjörlega unnið suðrið. Er það tengt sögunni að þessi stórveldi hindúa hafi verið frekar í norðurinu í 2000 áru sem hann er að vísa til? Í stórveldi Múgala voru á Norður-Indland, þau náðu ekki alveg alltaf til Suður-Indlands.
þannig að kannski stjórnuðu hindúar meira og lengur í Suður-Indlandi heldur annar stað. Þessi tilvísinu söguna virkar betur í norðinu. Jón, við erum búin að tala hérna fékkst óviðráðanlegt verkefni að útskýra Indland fyrir þeim sem ekki þekkti. En það ekki búið. Ég ætlaði að skjóta einum svona desert á eftir sem er annað fjölmennt ríki þarna í ekkert svo langt frá, Indónesía. Þú varst að segja að þú hafir hafa hætt við að skrifa doktorsritgerð Indland, en þú skrifaðir Indónesíu fyrir margt löngu. Já, ég fór þangað og var þar tíma sast og hérna varði mína ritgerðunar í Bretlandi sast, en hún er efnahagskerfi og stjórnmálakerfi Indónesíu og hvernig þetta tvennt tengist saman. En ég hef ekki verið mikið í Indónesíu seinna árum. Ég lagði það á mig að læra tungumálið sem að var þá nokkuð mál fyrir gamlan mann. Þú getur lesið blöðin? 30 þar. Lestu blöðin eða þá? Ég get sennilega lesið það svona því að ferðangað þá rekkur þetta svona í gang. Þannig ég er til í einföld samtölu, ég get eitthvað lesið blöðin en þetta verður minna og minnast því ég kann í þessu. En Indónesía, það er ekki ein þjóð og það er ekki eitt land. Nei. Það er einhver furðulegur klassi sem hangi saman í einhver ríki. Já, það er risastóru eyjaklassi. 14.000 eyjar mynduðu segja sjálfur og þetta eru 270 milljónir íbúið, þannig að það er svona í sjónmálið verði fjölmennur heldur en Bandaríkin og þetta er svona skipt mjög sem hætt, en dóminar er samt sko af Java, semst eyjunni, þó hún sé ekki nema 150.000 ferkilometrar að það búa þar nærri 150 milljónir manna, þannig að þetta er svona álíka þéttbýli eins og væru 100 milljónir manna á Íslandi og maður getur rétt ímyndið sig hvernig það koma 100 milljónir fyrir hér. Þannig að það aftur er það fólksfjöldina sem er fyrsta einkenni sem það tekur eftir. Í rauninni hangir Indónesía saman út af því að þetta var hollenska nýlenduveldið í Suðaustur-Asíu. Og svo þessi ríki hafðu svona sumar eyjarnar og sumríkin hafðu átt langa sögu. Það hefur verið ríki á Sumatra og Java sem hann náðu saman og það hefur verið sérríki á ýmsum eyjum sem hafa voru í samskiptum við önnur og framvegis. En í rauninni voru þetta tugir eininga þegar hollendingar byrja að koma og skipta sér af ófriði. Það gerist upp á Bretar, þeir buðu smákongum aðstóð herna gegn öðrum og enduðu síðan sem yfirmenn allra. Og svipað á Bretar að þá settur upp kerfið þar sem að í rauninni gamla aðallinn sem að stjórnaði þarna áður var bara embættismannakerfi hollendinga svipað og gerist í Indlandi. Þannig svona bara settu sig ofan á all lagið. En þeir náðu að samina þetta í eitt ríki og það hefur haldist. Það voru mjög margir sem töldu þegar að einræðisstjórn Suharto féll 1998, þá var það kannski algengasta debatti sem að lendi á ráðstefnum var það hvort að Indónesía myndi hanga saman eða splundrast. Og til hvers ættu við að hanga saman? Akkurat. Leiðin sem þið fóru var það að þið byggu til þið jukum mjög mikið sjálfræði hérðana, þannig að það er talsvert. En þetta er samt ríki sem hangi vel saman og það er mjög ólíklegt held ég að það leysist upp. En stjórnmálasagan er blóð og full af ofbeldi og spillingu og bara alltaf versta sem þú getur valið þér. Svona setjum tíma stjórnmálasaga kannski, landið fær frelsi frá Hollandi 1940 eða svona árabilinu 45-50, það tekur langan tíma og það eru stríð þarna og Bretar stóðum tíma hollendingum og reynda að halda þess og allt aðeins svona rétt fyrir 1950 þetta voru sjálfstætt ríki. Svo tekur hérna við fórseti sér Sukarno sem þótti með vinstrissinur, hann vann með kommunistaflokknu sem er mjög stór. Hann var einn stærsti kommunistaflokkur í heimi? Já, hann var einn af þeim allra stærstu. En þá gerðist það 1965 að það verður uppreist í hernum sem að hefur aldrei verið fullu útskýrið. Mjög undarlega atbyrður á sem að hefur verið eitt af helstu lendardóm indóneskra sögu. En þetta er unni bara passar við söguna alla vegna þess að Indónesi er ein místík frá upphæðið lenda. Það er alltaf einhver místík og alltaf eitthvað sem engi skilur. Og þarna tekur þetta á sig þá mynd að Suharto sem er einn af yfirmönnum hersins að hann nær undirtökunum og hefur fjöldamorða á kommunistum. Og þá voru drepnir 600 til 800.000 manns sakaður kommunisma. Bara fyrir það verið sakaður það verið sósíalistar eða kommunistar. Þetta voru fjöldamorð út í þorpunum
og algjörlega skelfileg saga sem mátti ekki tala og þegar ég var þarna þá passaði mig að hafa aldrei neinn gögn þetta með mér, þetta var bara algjört bannorð, mátti ekki tala og þá síðan í framhaldi þessu þá breytist efnaðiskerfið þannig að smám saman urðu herforingjar, sérstaklega klíka ákveðin í hernum tengd Suharto, þeir urðu fyrst og náttúrulega businessmenn. Þannig að þeir fóru að taka hluti í kínversku fyrirtækjum. Það 3% þjóðana tilheyrir kínverska minnihlutanum sem mjög svona enterprising, framtakssamur eða hvað kallar business. Svona viðskipta, við nefndum áðan að eiga viðskipti við landamæri við frændur sínar, að Kínverjarnir voru náttúrulega svona í Asíu, þeir voru svona voru eins og gyðingarnir í Víetnam og Indonésiu og víðar. Og þarna eru í smákaupensku og þeir eru embættismenn fyrir hollendinga og þess aftur og það verða öll stórfyrirtæki landsins verða meira, nánast öll stórfyrirtæki landsins verða til þannig að það eru herforingjar sem að greiða götu þeirra, fá helmingina fyrirtækina, þriðjungina eftir atvikum fyrir og það eru Kínverjar sem reka þau. Þannig að þegar að kemur 1998 þetta gekk tíma mjög vel þannig að það var verulegur hagvöxtur en þessi fyrirtæki eru stærri og stærri og þú eru gráður og gráðuri. Þannig að þau voru fann að semja sífellt monopól, þannig að þú ert í þessu en ég ekki, þá mátt þú farið þetta og svo framvegis. Þannig að þetta var meira og meina alveg ótrúleg samsteipa af samráði, hagsmunum og hjartaðis öllu sem að Suharto fjölskyldana sem að fjölskylda fórsetans sem tók sitt kött allstaðar. Og þetta var eitt allara spiltasta kerfi sín nokkuð tíðan og æfinni upplifað að horfa á. Við sjáum svo sem minni átt að dæmi þetta í öllu löndum og mjög nálægt okkur. Svo ekki sem er að sagt. Þess að verða þessi vanhelgu tengsl viðskipta og stjórnmála þarna með herinn í ofanálag. Þarna með herinn í ofanálag þannig að það er ekki eins og hér það sem bara er pólitískt og allt sem að kemur í veg fyrir það sumir greiði skatt og gjöld af sínum auðlindum og svo framvegis heldur eftir þarna komið með beinlýns herinn sem enginn þorir að anda ef það er neitt við. Og það er ekkert og stjórnmálakerfið er algjörlega mótað af þessum sömu herforingjum. Svo verður þetta bara uppreisn og það Suharto stjórnin féll. Og það vildi svo til að ég var í Indonésiu þegar hún féll, sem er svona með ótrúlegri pólitískri upplifun minni. En það sýnir svona kreppan að þegar ég tekaði minna hótelið þá dollarinn semst hann 6-faldaðist í verði frá því ég tekaði minna hótelið hann glífar út. Þannig að það kostaði ekki neitt í restin að búa þarna. Og það sá maður allt hrynja og þá sá maður líka fjöldan í því að fréttirnar sem maður lesa voru ekki það að það verið þúsundir að missa vinnunni í fjöldauppsögnum heldur milljónir í hruni fyrirtækja og bara gerast út alla eigaklassan. Og maður vissi ekki hvað var að gerast og það sérstaklega við þetta var það að ráðamenn vissu ekki heldur. Á þessum tíma það var orðið auðvelt að viðtali við aðstofur á þeirra og þess að það sem maður gæti aldrei nálgast áður. Og þeir sátu þarna inn á sínu fínu skrifstofum og þeir vissu ekkert hvað var að gerast. Og það endaði með því að það kom ekki til mjög blóður aðtöka, einhverju þúsundir sem að mistu lífið á endanum, allt í allt. Mjög kaotískum átökum sem engi vissi eiginlega hvað átt, hver stóð bak við hvernig yrðu. Og það endaði með því að þeir náðu að kjósa forseta og þeir náðu að fella þann forseta og kjósa annan og svo framvegis. Samlega á þess að yrði mannfall? Já. Og það voru ekki allir sem spáði því þess að daga sem var að horfa á stjórnina. Það er ekki líðræði í Indonésiu? Nei, eða þá að það er ekki mannfall þess að daga sem var þarna í árið 98. Þannig að það tókst í rauninni vel og maður setur svona markið frekar lágt þegar maður er búin að sjá sko hvað getur gerst. Að þá hafa rauninni frétti verið almennt talar góðar af Indonésiu síðan þá að því leit til að það hefur verið þjóðfélagsfriður, það hefur verið efnaðsleg uppbygging, núverandi forseti hefur lagt mikla áherslu á innviðakerfið og það hefur verið byggt upp þannig að það er óþekkjanlegt frá því það var sem að fyrir 20 árum og það er ýmislegt sem horfir vel þarna en spillingin er ennþá mjög mikil. Það er komið í staðin sem sagt þegar ég var að skrifa Indonésiu ég notaði svolítið kenningar Gramsci ítalska kommunistans Gramsci sem að skrifaði fangilsi og þessu skrítið að eitthvað sem hann er að skrifa fangilsi á Ítalíu, fangilsi Mussolini að það smell passaði það sem það er að gerast í Indonésiu áratugar síðar. Því hann héldi fram að í rauninni það sem að þú þyrftir á endanum, það var ekki hernaðarlega yfirráð bara, þú þurftir að koma saman efnaðslega yfirráð og hugmyndafræðilega yfirráð
til að mynda einhvers konar historic block eins og hann kallaði og það, maður sá hann að vera myndast vegna þess að herfæringarstjórn Suharto, hún hélt niðri múslimum, þeir komu inn til að mótverðat múslimar sem hún hefði það fólk sem ég talaði mest í þessum tíma því að var þarna, þeir komu þarna inn til að mjög mótverðat múslimar og þeir allt í einu verðu þeirra hugmyndur og hugmyndafræði, hún verður svona hugmyndafræði þjóðarinn og ríkisins og eliturinn og allt þetta. Þannig að herfóringi hugmyndafræðin er hent út, það kemur svona eitthvað mótverðat íslam í staðinn, en gallið við það sá að þeir sem að það var alltaf verið fyrir hendi að menn bjóða hans herra í trúarlegri hugmyndafræði og það er alltaf meira og meira refsingu það að fara út á sporinu ef hún er viðurkennd. Og við sjáum þróun í stjórnmál í Ísrael. Nákvæmlega. Þetta er ekki en skerfilegt á Ísrael en það er samt þetta er sömu leið sko einhver leið og það og ég var í rauninni bjartsýnni fyrir nokkrum árum heldur en ég er núna því að það veri ýmsar affærur mjög slæmar sem tengjast einmitt skortu umbörlundi trúmálum og notkun á þessari hugmyndafræðileg helgun ríkisins í trúnni og þetta sé við okkar trú og allt þetta. Hún hefur verið hansi gróf og maður veit ekki alveg hvað gerist næst þannig að maður er farin að óska þess að stjórnarskránu verði breytt og nú var endi fórsetið fá 1 kjörtímabili viðbót þó hann er reynst raunar sko algjörlega áhugalaust að þið verið stóttum mannréttindi sem er eitthvað sem er sjálfur mikið áhuga en ég sé bara hvað hann er að gera sko margt gott í efnaðslegri uppbyggingu og svona heldur að halda spillingun í skefjum. Það er efnaðslegur uppgangur í Indonésiu. Já, það er þetta svona 6% áherstur. Það er kannski ekki að segja stórveldi þegar það er Indland er þarna og Kína er þarna. Nei, þetta getur skipt máli sko. Þetta getur verið sterkt ríki. Þetta getur verið mikilvægt ríki sko að segja. Og það er ég held að vera aldrei sterkt ríki en það er mikilvægt að þýla til að Suðaustur-Asía kemur eins í boga fyrir sunnan Kína og austan Indland. Og í rauninni átakasvæði milli Kína og Indlands verður Suðaustur-Asía. Og það mun gerast með ýmsum hætti í framtíðinni. Og í Suðaustur-Asíu það búið tæpa 300 milljónir í Indonésiu, það búið allt í allt 700 milljónir í Suðaustur-Asíu, annað stórt ríki hérna Vietnam með rúmlega 100 milljónir íbúa, síðan er Thailand og Myanmar og Kambódía og Laos og Malasíu og Singapur. Og þessi ríki mynda dýnamist heimsvæði sem að í rauninni er að finna alltaf meira og meira til sín. Og þegar fyrir nokkrum árum þegar útþensla Kína var sem mest og því bjó sjálfur í Kína, þá sögðu mér alltaf, fór ég mikið þetta niður og þá sögðu mér alltaf fólk, Kína verður þetta risaveldi, við verðum að setja okkur við það. Kína er þarna með stækka og við verðum bara aðlaga okkur að þeim breytta veruleika. Og þá spurði maður, vil ég ekki Bandaríkin séu svona eins og mótvæði þarna milli? Nei, við viljum ekki velja, við viljum ekki farið aðstöðu velja. Við viljum að semja við Kínverja þannig að þeir verði frekar móturrætt kakvart okkur, leif okkur að vera í friði og allt það og við svona tengjumst þeirra efnaðs uppgangi með einhverjum hætti. Síðan bara verður Kínverja mjög herskáir og þeir byrja þennið sig út þarna í Suður Kínahafi með þess að út þessu stefni sína þar taka allir sker og smá eyjar og byggja upp herflugvelli og allt þetta. Og til að byrja með þá var eins og Suðaustur-Asía var algjörlega máttlaus í þessum öllum viðbröðum. En nú er það breytast. Og það nýjastu rauninni kannski, og þetta er mjög stóru fréttir í heimspolítík ef þetta gerist eins og mér sýnist að geta verið að gerast, er það að löndin það nái saman að viðnám við Kína miklu sterkara pólitískt heldur en að maður hefði getað séð fyrir fáum árum síðan. Og Módi og Indland og allt það sjá sér hagið því að tengjast miklu nánar þessum löndum og hjálpa til við stuðpóki að Kína þar. Japan er síðan þarna fyrir norðan og þá er maður að koma með ákveðna blokk sem getur haldið Kína svolítið í skefjum. Án þess að vera leitt af Bandaríunum. Já, og án þess að vera stríð. Og það, sko, en djókarinn í svo allir saman er kannski rétt nafnun, það er Tævan sem er inn á þessu svæði. Að Tævan er algjörlega hliðin af Filippseyjum, ég glemdi Filippseyjum að það er nú eitt mikilvægast ríki þarna. Það eru 120 milljónir manna ríki. Og ný ríkisstjórn þar hefur tekið upp allt aðra stefnu heldur en svo gamla. Þeir eru opna allar hafnir fyrir bandarískum flota, þeir eru opna yfir flugvelli fyrir bandaríska herþotur og þeir eru í rauninni að segja Kínverjum það að ef að þið ætla að taka Kína að þá eru það rekna með því að við séum hinum einn. Tökum ekki þátt í því sjálfur að verja Tævan en við munum ekki stoppa bandaríkjamenn að gera það hérna. Og Kína er farið að finna fyrir þessu og svo eins með Vietnam þeir hafa náð saman með Malasíu og Indonésiu með ákveðna samvinnu á þessu hafsvæði sem er umdeilt. Þannig að það er myndast eins og smá girðing
sem maður sá ekki að myndi gerast endilega fyrir til að fá mánu síðan og ástæðan fyrir því fyrst og fremst þessi frekjulega útþensla stefna Kínverja eða þeir hefðu bara setið á sér og hagað sér betur, hagað sér eins og þau gerðu bara hér á árum áður að þá væri þetta öðruvísi núna þannig að þeir hafa skotið sér algjörlega fótum. Það var þetta allt vinaþjóður Kína. Getur vinaþjóður sem vildu tengjast Kína og það er mjög mikið svona realismi og pragmatismi í gangi þarna með menn auðvitað vita menn að Kína er ekkert að fara og Kína verður risaveldi í heiminum. Þannig vil ég best samskipti við það. En Kína er búið að skjóta sér mikið í fótinn með á tíma Xi Jinping. Sem að ræður öllu í Kína eins og móti í Indlandi sem við byrjum. Meira og meira síðast bara í vikunni þá var að skipa niður ríkisstjórn sem er ekkert annað jámenn hans. Og þá fór þessi eini maður, Li Ka-ching, sem er þessi eini maður sem gæti sagt eitthvað við Xi Jinping sem var forsætisráðherra þá nú talið að segði ekki mikið lengur en hann er hættur. Herðu Jón Ormur, takk fyrir að koma hingað og fara með okkur í ferð mannmargar slóðir, Indlands og Indónesíu. Herðu, við förum frá Asíu og skiptum yfir og tökum fyrir allt annað mál eftir augnablik.